Góðan daginn. Í dag haldinn 57. fundur sveitarstjórnar Múlaþings í félagsheimilinu Herðubreið á Seyðisfirði. Í dag miðvikudagurinn 9. apríl 2025 og hefst fundur núna stundislega klukkan 2. Og ég ætla að setja fundinn. Fyrir fundinum í dag eru 17 mál og við ætlum að byrja á máli nr. 1, ársreikningur Múlaþings 2024. Helstu niðurstöðu tölur eru sem hér segir. Rekstrartekjur sveitarfélagsins á árinu 2024 námu 10.716 milljónum króna samkvæmt samanteknum ársreikningi fyrir A og B hluta, en þar af námu rekstrartekjur A hluta 9.051 milljón króna. Rekstrargjöld fyrir fjármagnsliði og afskriftir námu alls 8.982 milljónum króna í samanteknum ársreikningi 2024 fyrir A og B hluta, þar af námu rekstrargjöld A hluta 8.339 milljónir króna. Afskriftir ársins í A og B hluta námu 515 milljónum króna og þar af 299 milljónum króna í A hluta. Fjármagnsliðir voru neikvæðir 735 milljónum króna í samanteknum A og B hluta, þar af 598 milljónum króna í A hluta. Rekstrarniðurstaða af reglulegri starfsemi var jákvæð og nam því 465 milljónum króna í samanteknum A og B hluta. Rekstrarniðurstaða af reglulegri starfsemi A hluta var neikvæð og nam 185 milljónum króna. Fyrir fjármagnsliði og óvenjulega liði var rekstrarniðurstaða A og B hluta jákvæð 1219 milljónum króna, þar af 413 milljónum króna í A hluta. Fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir að 268 milljónum króna rekstrarafgangi af A hluta. Rekstrarniðurstaða ársins nam því 921 milljón króna í samanteknum A og B hluta en 271 milljón króna í A hluta. Betri rekstrarniðurstaða en áætlun gerði ráð fyrir skýrist meðal annars af því að framleiði hefðbundnu rekstri batnandi, þróun og verðbólga jákvæðari á árinu 2024 en áætlað var og hækkun á lífeyrisskuldbindingum var lægri en áætlun gerði ráð fyrir. En stærstu áhrif á betri rekstrarafkomu A hluta eru uppgjör á skólaskrifstofu Austurlands, en það reyndist hlutur Múlaþings í þeim slitum 456 milljónir króna sem færist meðal óvenjulegra liða og hefur ekki áhrif á samanburðartölur ef varða framlegð og skuldahlutföll. Fjármagnsgjöld námu 735 milljón króna í samstæðu A og B hluta, en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir 720 milljón króna. Fjármagnsgjöld A hluta námu 598 milljón króna, en fjárhagsáætlun ársins gerði ráð fyrir 568 milljón króna. Veltufé frá rekstri var jákvætt 1.975 milljón króna á árinu 2024 í samstæðu A og B hluta. Þar af veltufé frá rekstri í A hluta jákvætt 1.099 milljón króna. Fjárfestingarhreyfingar ársins námu nettó 971 milljón króna hjá samstæðu A og B hluta, þar af 532 milljón króna í A hluta. Lántökur námu 410 milljón króna á árinu 2024, en afborganir af lánum og leiguskuldbindingum námu 874 milljón króna á árinu 2024. Eignir samkvæmt efnahagsreikningi námu 17.534 milljón króna í árslok 2024 fyrir A og B hluta, en þar af nema heildareignir í A hluta 11.256 milljón króna í árslok 2024. Skuldir og skuldbindingar samstæðu A og B hluta námu í árslok 2024 13.375 milljón króna og lækka 291 milljón króna frá árinu 2023. Þar af nema heildarskuldir og skuldbindingar A hluta 10.245 milljón króna. Skuldamiðið samkvæmt reglugerð fjárhagsleg viðmið fyrir samstæðureikning A og B hluta er í 91% í árslok 2024. Ársreikningurinn í heild sinni er að öðru leyti aðgengilegur á heimasíðu Múlaþings. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn samþykki framlagðan samstæðureikning Múlaþings fyrir árið 2024 við síðari umræðu, en fyrri umræða fór fram 12. mars síðastliðinn. Og ég ætla að opna mælendaskrándu þessum leið ef einhverju vilja taka til máls. Helgi Hlynur Ásgrímsson, gjörðu svo vel. Forseti, aðrir fundarmenn. Aðeins út frá þessu. Niðurstaðan er jákvæð og betri en við áætluðum og það munar meiru en bara því sem að óvenjulegi liðurinn skilaði. Þannig að það er sannarlega rekstrarbati, en við langar bara aðeins að benda á útsvar og fasteignaskattur er það bil 60 milljónir lægri en við gerðum ráð fyrir. Áætlanir okkar gerðu ráð fyrir
5 milljörðum og 31 milljón. En hins vegar hækkuðu framlag úr jöfnunarsjóði næstu 250 milljónir. Og hvað segir þetta okkur? Í stóru myndinni segir þetta okkur að þrátt fyrir okkur fjölgi og tekjurnar aukist á milli ára, þá gerist það miklu hægar en í sveitarfélögunum að jafna því. Það eru miklu meiri peningar í jöfnunarsjóði og jöfnunarsjóður er bara hlutfall af útsvari. Þannig að það er áhyggjuefni að hærra hlutfall af okkar tekjum komið þar í gegn. Þannig að það er bara þetta sem ég vildi benda á að og þar fyrir utan þá náttúrulega munum þessi tekjur frá jöfnunarsjóði lækka þegar sameiningarframlögin hverfa eftir næsta ár. Þannig að já, bara þetta sem við vildi benda á. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki þó tekið tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið númer 2. Reglur Múlaþings fjárhagsaðstoð. Fyrir liggur bókun frá fjölskylduráði dagsett 17. desember 2024 væntanlega þetta vera nýjar reglur varðandi fjárhagsaðstoð frá Múlaþingi. Eftirfarandi tillöga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi reglur Múlaþings fjárhagsaðstoð. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið einhver hyggst taka til máls. Svo er ekki þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í mál númer 3. Skiprit Múlaþings. Fyrir liggur bókun frá fundi byggðarráðs dagsett 25. mars 2025 breytingar á skipriti Múlaþings. Eftir breytinguna verður staða sviðsstjóra menningar og atvinnumála lögð niður og starfsmenn þess svið fara undir skólaskrifstofu auk þess sem ákveðnir málaflokkar dreifast á önnur svið. Eftirfarandi tillöga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi tillögu að breyting á skipriti Múlaþings. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið ef einhverju vilja taka til máls. Svo er ekki og þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið númer 4. Reglur ráðningar hjá Múlaþingi. Fyrir liggur bókun frá fundi byggðarráðs dagsett 1. apríl 2025 breytingar á reglum ráðningar hjá Múlaþingi þannig að skýrt verði hverjir hafa ráðningarvald hjá sveitarfélaginu. Eftirfarandi tillöga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi breytingar á reglum ráðningar hjá Múlaþingi. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið einhver vilja taka til máls. Ásrún Mjöll, gjörðu svo vel. Já, frú forseti og annað gott fundarfólk. Í 8. hluta reglnanna kemur fram að í starfsauglýsingu skuli meðal annars framkoma staðsetning starfs bæði landfræðilega og í skipriti, kröfur reynslu, hæfni og færni og svo aðrar almennar og sértækar kröfur sem gerðar eru til starfsmanns. En ég gat svo sem ekki séð að undir þessum reglum væri neitt sem varðar stefnu sveitarfélagsins varðandi það að dreifa störfum á kjarna þess. Enda eru þetta svo sem kannski reglur varðandi ráðningar en ekki stefna í mannúðsmálum eða slíku og vissulega hefur verið ákveðin stefna hvað þetta varðar að reyna að halda fjölda starfa í kjörnunum en mér langaði samt til að koma hérna upp svona sér í ljósi þess að við á landsbyggðinni höfum ekki farið varhluta af því að hér eru stöður lagðar niður í nafni hagræðingar en auðvitað á kostnað þeirra sem að hér búa vegna skertrar þjónustu sem þetta veldur. En þegar algengara er að ýmis störf sé hægt að vinna óháð staðsetningu að fullu að hluta til þætti með skynsamlegt að sveitarfélagið héldi áfram að sýna fordæmi hvað þetta varðar með tilliti til dreifingu starfa í
sveitarfélaginu og nú hafa þetta sumar stöður bara verið auglýstar bundnar við ákveðna staðsetningu innan sveitarfélagsins en ég vildi í rauninni bara vekja athygli á því að mér þætti það afar skynsamlegt að við reynum að halda því þannig að við getum tryggt að ákveðið mörg stöðugildi haldist í öllum kjörnum sveitarfélagsins eftir því sem best verður til að koma í veg fyrir samþjöppun stjórnsýslunar á einn stað frekar en nauðsynlegt og svo að við ættum að stuðla að því að sem flestum störfum sé hægt að sinna óháð staðsetningu innan sveitarfélagsins eftir því sem við á. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir við lokið máli sínu. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna réttu upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Á milli liða ætlar forseti að leggja fram tillögu að því að skipa sérstakan fundarstjóra þar sem hér ekki fyrstin annar forseti. Við höfum yfirleitt notast við sama sérstaka fundarstjóra sem hefur verið Vilhjálmur Jónsson og það verður tillaga forseta hér að svo verði, svo að forseti geti þá tekið þátt í umræðum undir þeim liðum sem eftir eru. Þannig ég ber það undir sveitarstjórn þeir sem samþykkja það að Vilhjálmur Jónsson sé sérstakur fundarstjóri rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða og þá höldum við áfram. Við ætlum að leggja fram fundagerðir. Við byrjum á venju samkvæmt fundagerðum heimastjórna. Ekki allar heimastjórnir náðu að funda á þessum tíma og koma því að fundagerðir þeirra inn á næsta fundi. En við erum hér með lið númer 5 og númer 6 sem eru fundagerðir heimastjórna Borgarfjarðar númer 58 og heimastjórna Seyðisfjarðar númer 55. Og ég ætla að opna mælendaskrá til þessum lið að einhverju vilja taka til máls. Ef ekki, þá þetta hér lagt fram til kynningar. Við erum þá komin í fundagerðir byggðarráðs. Við erum að tala liði númer 7, 8, 9 og 10. Og hér er að ræða fundagerðir byggðarráð Múlaþings númer 146, 147, 148 og 149. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum liðum einhverju vilja taka til máls. Svo ekki, þá þetta hér lagt fram til kynningar. Við erum þá komin í umhverfis- og framkvæmdaráð. Við erum með lið númer 11, 12, 13 og 14. Hér er að ræða fundagerðir númer 143, 144, 145 og 146. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið ef einhverju vilja taka til máls. Svo ekki, þá fyrir við áfram í lið númer 15 og 16. Hér er að ræða fundagerðir fjölskylduráð Múlaþings númer 128 og 129. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum liðum ef einhverju vilja taka til máls. Svo ekki, þá erum við komin í síðasta lið fundarins í dag sem skýrsla sveitarstjóra. Sveitarstjóri staðsett erlendis á vegum Hafna Múlaþings og því ætla ég að biðja staðgengil sveitarstjórum að koma að fara yfir helstu mál sem sveitarstjóri hefur unnin eftir undanfari. Ég ætla að biðja Óðni Gunnari að koma hér í pontu gjörðu svo vel. Já, forseti og ágæta fundafólk. Sveitarstjóri Dagmar Ýr er stödd með hafnarstjórahattinn á markaðsráðstefnu fyrir skipafélög í Bandaríkjunum þessa vikuna og því flyt ég þessa skýrslu fyrir hennar hönd. Nú það sem hefur borið hæst í dagskrá sveitarstjóra frá síðasta sveitarstjórnarfundi er eftirfarandi. Stjórn SSA fundaði með sveitarstjóra og sveitarstjórnarfulltrúum Múlaþings 18. mars þar sem farið var yfir ýmis málefni og rætt hvernig SSA getur beitt sér í þeim málefnum sem brenna á sveitarfélaginu. Landsþingssamband íslenskra sveitarfélaga fór fram í Reykjavík 20. mars en þar mælti sveitarstjóri Múlaþings fyrir tillögu 12 bæjar- og sveitarstjóra á landsbyggðunum sem fjallaði mikilvægi Reykjavíkurflugvallar fyrir landsmenn og að tryggja þurfi aðgengi að flugvellinum í Reykjavík meðal annars af öryggisástæðum fyrir sjúkraflug. Nú sveitarstjóri hélt áfram að heimsækja stofnanir sveitarfélagsins og fór nýverið í heimsókn í grunnskólanum á Egilsstöðum þar sem vel var tekið á móti henni af skólastjóra, kennurum og börnum.